Það fyrsta sem ég ætla að biðja ykkur að gera að útbúa verkefnaspjald sem lítur alveg nákvæmlega út eins og þetta hérna. Alveg nákvæmlega. Ekkert öðruvísi. Og þið fáið allt ótið hjá kennaranum. Það eru 25 svona gráir og 3 bláir. Kannski fáið þið rauða hérna í staðinn fyrir þessa gráu. Eða eru til. Þið þurfið eitt svona spennugjafa eins og þennan hérna. Þetta aflgjafi sem fyrir venjulegt rafmagn inn og kemur bara 24 volt einn út sem hættulaust. Hérna eru 4 litlir seguliðar sem kennarinn sem segir ykkur betur frá og hér tímaliði. Takið eftir því að hérna á þessu öllu hérna eru merkingar. Allir tengipunktar á svona búnaði eru alltaf merktir á öllu svona rafmagnsdóti. Þeir eru merktir með einhverju merkingum, númerum eða einhverju. Hér sjáum við þessar merkingar sem ég að tala og hérna hinum megin á seguliðanum eru svona merkingar líka. Hérna A1 og A2 hérna og svo hinum megin við það eru líka merkingar. Það hérna hér og hér stendur síðan 11, 12 og 14 og svo eru náttúrulega merkingar hérna á spennugjafanum. Hér tengist rafmagnið, brúni vírinn og blái vírinn, rauður í pluss og blár í mínus. Nú, til þess að tengja þetta, þá þurfið þið bara víra í réttum litum sem þið fáið hjá kennaranum og verkfæri. Þið fáið svona töng, árangurantöng og þið þurfið eitthvað lítið skrúfjárn sem passar hérna í skrúfurnar. Og þessi töng hérna, hún virkar þannig að það er hægt að klippa hérna og afeinangra hérna. Afeinangra, það er sem sagt að taka plastið svona utan af koparnum. Síðan notum við svona vírendahulsur og ef það er að fara á þessum framleiðanda hérna, klauka, þá eru það rauðar. Og við viljum sjá hérna í endan á vírnum hérna, koma hérna út úr. Helst það sé bara alveg hérna slétt við. Stundum er betra að snúa aðeins upp á vírinn. Ekki mikið, en bara svona smá. Til að vírinn fara inn í, af því að stundum er eitthvað einn eftir víra sem hann bara hitti ekki inn í. Síðan er þetta að klemma vírendahulsuna hér í þessu verkfæri. Algjör snilldar græja. Svo verður hann reyndar sennilega aðeins svo langur og þá þarf maður að klippa pínlítið af hérna til hann passi í. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég tengi einn vír. Allir hinir eru tengdir alveg eins. Ég ætla að sýna ykkur rauðavírinn. Já, við nokkra hann bara hérna hæfilega langt. Svo ég er búinn að sýna ykkur. Það er mér hérna vírendahulsu og síðan bara klemmi ég hana hérna. Athuga hvort þetta er hæfilega langt og það virðist vera. Passar ágætlega hérna í. Ég er væntanlega með svona lítið skrúfjárn einhvers staðar. Svo set ég vírinn hérna passlega langan, ég þarf að klippa aðeins af honum hérna. Það er ágætt að miða við í þessi tengi að klippa vírinn svona cirka hér, þar sem ég er með skrúfjárnið.
til þess að hann verði passlega langur. Þá held ég bara þar við svona með puttanum til að týna því ekki. Klippa í og af nokkra og það er hægt að snúa pínlítið upp á hann. Íta hérna á appelsínugula stikkið hérna alveg niður og setja vírinn í beint niður. Svona og sleppa þá er hann orðinn fastur í og tengdur. Þessi tengi þau virka þannig að þegar það er ýtt á gula stikkið með skrúfjárni hérna ofanfrá, þegar það er ýtt á appelsínugula stikkið þá opnast tengingin hérna og þetta er alveg eins hérna hinum megin. Og síðan þá tengist vírinn hér við og það verður tenging hérna alveg í gegn. Síðan er hægt að tengja saman 2, 2, 3, 3 eða 4, 4, 5 eða fleiri með því að setja svona gaffal ef við setja hann til dæmis hér þá tengjast þessir tveir vírar hérna saman og ég þarf að ýta honum alveg ofan í hann á bólukaff og við erum eftir að nota það töluvert í þessum verkefnum. Síðan er best að til þess að ná kubbinum gaflinum upp úr aftur það er að vera með skrúfjárnið þetta glæra og ná að svona stinga hérna undir í klofið á honum hérna og losnar hann auðveldlega. En sem sagt þegar að þetta er tilbúið svona að þá getið þið byrjað að tengja fyrstu verkefnin.